Hér ég stödd í Hafnarfirðinum, fyrir utan heimilina Jóhönnu Gunnlaugsöngkonu. Við ætlum að fá að kíkja aðeins inn til þar og sjá hvaða gessamál hún hefur að geyma í fataskápnum sínum. Þetta eru hundarnir Bjartur og Dífa þegar ákvað að tróða sér í viðtali til okkar. Kannski passar að Dívan sé hjá tískudífinni og Bjartur mömmu sinni. En svona bussi frá hundanum, hvað er að frétta? Bara fínt sko, bara alltaf að syngja. Hvað ertu búin að syngja núna? Það er náttúrulega bara þetta tónlistarlíf sko. Maður er að syngja í brúðkaupum og veislum og giggum og okkur svoleiðis. En svo er ég nýlega búin að vera með hljómsveit sem heitir Diskolestin og við erum að spila aðalega diskómúsík og það er búið að vera ótrúlega gaman. En svo ertu með eitthvað á dagskrá? Döfinni? Já, við erum að taka upp það. Ég er að taka upp efni í nýja plötu. Hvernig sem hún nú kemur út, ég veit það ekki. Og svo bara erum við að spila mjög mikið, ég og maðurinn minn. Já. Bara út allar trissur. Með þessa plötu, hvað ertu að hugsa með hana? Sko, við erum með ákveðna hugmynd það hvernig platan á að vera, hvernig stíllinn á að vera. En svo náttúrulega þegar maður kemur inn í stúdíu veit maður ekki hvert hún fer. En þetta verður, þú veist, svona poppuð plata, kannski með smá svona Fleetwood Mac ívafi. Sem er svolítið mikið þú. Mjög mikið ég, sko. En þú ert ekki bara söngdífa, þú ert líka svolítið mikið tískunúgúll. Við höfum nú farið svolítið saman í nokkra verslunarferðir og ég veit alveg að þú átt marga gessama í fataskápnum. Getur við aðeins kíkt á það? Já. Þennan keypti ég daginn, þannig að þetta er svona nýjasta sem ég keypti. Nýjasta flíkin. Þetta, þegar þú fórst með mig í Sputnik fatamarkaðinn. Já. Og mér fannst hann æðislegur, svona dífukjóll. Ég man líka þú mátaðar að hann var ógeðslega flottur að þér. Já. Hann smellpassaði, þannig að ég ákveða að kaupa hann. Það eru það ætlaðar handaðir. Leggja hérna. Og svo er nú annar svona sviðskjóll sem að mér finnst æði. Áttu þá bara sviðsföt eða? Nei, ég er mikið af þeim. Þessi þennan fekk ég frá Andersson og Láð sko 2009 og ég er búin að nota hann alveg útrúlega mikið og mun halda áfram að gera það. Ógeðslega flottur. Ég nota hann bara við, þú veist, buxur, leðurbuxur og svartan hlýraból undir og þá var maður alltaf flottur sko. Það er svona tímalaus flík. Algjörlega tímalaus sko. Þannig að hún hefði getið verið hönnuð bara 1800 eða eitthvað. Já, svo fattaði ég daginn þegar ég var að syngja með Baggalúti á útgáfatónleikunum þeirra, fór ég í þessa. Þá fannst þeim þetta að vera svo countrylegt og ég hef aldrei pælt í þannig sko, þetta væri bara svona country. Það er alveg rétt sko, þeir voru mjög öfntjúkir. Já. Og hann er að reyna að koma inn í country skirtunni sinni og svo kemur þú bara í þessu. Ég var bara... Þessi kjólar frá Uniform er eitthvað sem ég nota alveg ótrúlega mikið þegar ég synga því þeir eru mjög svona flattering í sniðinu í rauninni þó að þetta heitir balloon dress, þetta eru siffoni og þeir eru bara rosalega þægilegir og fallegir. Þannig að maður er mjög hán hælum við og þykkum leggings, hlýraból. Já, þetta í öllum litum sko. Og þetta er samt alveg, þú veist, töff hönnun. Já, þetta er æðislegt sko. Já, Tiger er svona eitthvað sem ég er mjög hrifin af. Já, og leður. Bjart er líka mjög hrifin af þessi. Þú veist að stressaði yfir þessu. Nú var það hlauparðefni, ég var að koma að vera með. Þessi var saumar á mig. Og þetta er svona stíf, já, hún hannaði þennan kjól fyrir mig, hún Birta. Varst þú með einhverja hugmyndir þá? Þetta er svona Stevie Nicks kjól. Söngkonan í Fleetwood Mac, það sem vita ekki. Þú veist, þannig að það er svona skikkja á allt, sko. Já. Þetta er ekki smá dífulegur kjól. Já, hann er æði. Og svo er svona... Hvenær hefur þú notað þennan? Belti til þess að þrengja í mitti. Ég hef notað hann nokkrum sinnum en ég er að reyna... Þetta er kjól sem ég á alltaf eftir að nota en ég er búin að vera að hvíla hann aðeins af því að á tímabili nota ég hann mjög mikið, sko. Já. Og svona stórum tónleikum og svoleiðis. En svo er efnið svo sniðugt. Þú getur bara hruppað þetta svona og svo bara tekur þetta upp og þetta er alveg bara... Já, þú meinar, það er, þú veist... Þú þarft ekki að pæla. Aldrei farið hann, þarft ekki að pæla í þessu. Nei, það er alveg snillt. Kemur þú bara hlöðlega þessu svona saman að geta hann í skáp. Bara svona. Þetta er þetta. Ég er búin að þetta. Veistu, þennan. Þetta er kannski meira ég. Þetta er Uniform líka. Aha. Þetta er svona kögri. Þetta er eitthvað sem ég umdúlega á lána hefur. Það er rosa fallegur. Það er bara þegar tilefni fyrst en... Já, ég elska kögur. Þetta með kögri er æði. Ég veist ekki hana.
Það er svo... It's beautiful. Herðu, ég verð nú að láta þig sína eitt. Þú varst að leika þér heim með mömmu þínu daginn. Já. Þú tókst áttundu með þér heim. Já. Sko, mamma var svona eiginlega að mana mig til þess að máta þetta, því að, hérna, hún var í þessu svona... Þetta er svona rosalegasta aukvísáttundu sem ég sé. Svaka djamgalli, sko. Og þegar ég er að spila næst með diskólistinu, þá er ég að spá í. Þó þetta sé, sko, diskó er náttúrulega diskó og 80s er 80s. En þetta er samt alveg við hæfi á diskóballi, sko. Já, þetta er svona samfestingur. Já, og þetta er samfestingur og hann er gægur litin, sko. Svo náttúrulega getur alltaf sett bara eitthvað fallegt. Já, ég þarf nefnilega að fara að kaupa belti, sko. Eitthvað mjög svona skrautlegt belti. Já. En hann er mjög saman í þættum. Og ég passa í hann, bara smell passa í hann, sko. Þannig að ég og mamma erum greinilega alveg eins. Nei, sko þessi hérna, ég verð nú eiginlega bara að grafa þá aftur upp. Ég keypti þessa fyrir mörgum árum og notaði það rosalega mikið á tímabili, svo bara, nei, var ég búin að gleyma þeim. En þeir eru geggjaðir, allir út í hundahárum og svona. Það er ekkert mál að dusta þar. Liggja inn í skáp lengi, en þeir eru geggjaðir. Ég keypti það 38 þrep og þeir eru svona mjög einhvern veginn einkennandi fyrir skóstílinn minn. Já. Það var mjög háir og svoleiðis en samt alveg dálítið grófir. Fyrst í honum. Dæsir hann við þetta. Hætti að tala svo skó. Og svo... Er það að sýna mér þessa? Já, Þessa, já. Hún er Halldóra, skóhönnuður, íslensk stelpa, rosa klár. Hún, hérna, þetta er hönnun frá henni. Við erum saman þetta um daginn, var þetta ekki hannað handa þér? Þessi litur. Þessi litur, hún, hérna, ég fór á fund með henni þegar hún var svona að koma merkinu á koppinn og þá bauð hún mér það að velja mér bara lit sem ég vildi og hvað er uppáhalds liturinn. Já. Þá sagði ég að það verður svona milkshake pink eða svona baby bleikur eiginlega og þetta er útkoman. Mjög ánægð með hana. Ógeðslega töff. Líka svo því óhunulegir. Það er bara svo fyndið, þú ert svona baby bleik og svo ertu ykkur rockari. Já, svo er þú leður og þú veist feldur og demantar og gattar og allt svona. Það er mjög svona komplex. Hérna ertu með einhvern næstlægi eitthvað? Þetta er einn af uppáhaldsjökkunum mínum og hérna ég fæ alltaf það er mjög mikið starið á mig þegar ég fyrir Íslanda. Já, ég myndi starra. Kögurjakkin minn frá Karolínu. Fá hann bara að lána hann? Ég er rosa skotur í þessu. Og úr hverju er þessi? Það sé rúskinni. Hann er búið svona kantilegur. Mjög svona hippa eitthvað líka. Já. 70s fyrringur. Sem er svolítið þú? Mjög. Ég líka þegar ég sá hann, ég bara trilltist og var að fá hann, sko. Það er svona eitt af þessum momentum. Eitt af mörgum svona momentum. Nákvæmlega. Við erum svona sáum minni, þá ertu alveg fatasjúk, þú ert líka yfirhrafnasjúk. Já, svo var þetta með það sem komið tíma á hreinsun. Það er svona ástríða sem við deilum, svo jakkafatakeyðingin. Þessi hérna er æðislegur, fékk hann í GK og hérna ég er búin að nota hann mjög mikið. Þetta er ull. Þetta er með svona milkshake bleikur. Já, samt eiginlega dekkri sko, en hérna hann er bara svo geggjað flottur í sniðinu líka. Svona svolítið oversized. Já. Ótrúlega hálfur. Það er mjög flott. Ég varð að fá þennan í afmælisgjöf frá mamma og pappa. Og veitu, talandi um bleikan, hér eru... Já, 2 milkshake. Þessi eru milkshake pink. Hérna eru 2 til viðbútar. Veitu, ég hef ekki séð þennan í hana. Hún er bláa. Nei, þessi er bara... Þú ert alveg búin að fela þennan. Já, þetta er H&M hérna, svona þröngur bara, blazer. Og veitu, þær eru fleiri bleikir. Ég veit það. Þessi hérna. Hann er svona næstu því bleikur. Já, hann er svona... hann er samt bleikur, sko, Þetta er... Þetta er svolítið mikið ég, sko. Svolítið flashy. Hvað með það? Ég er söngkona, ég máta. Já, nákvæmlega. Með söngkonur. Ég er skemmtikraftur. Það getur það afsökun fyrir. Og hér erum við þetta annars svona svartur. Já. Svo er líka reyndar, sko. Og svo eins og hlébarða við varum að tala um. Það eru 2 hlébarða líka. Já. Já. Svona ólíkir, sko. Þú veist alveg hvað þú vilt. Það er milkshake bleikt og hlébarða. Reyndar þessi hérna, þá hann sé plain, þetta eru Marco Polo. Ég elskar svona frakka, eins og þessi bleiki, það var frakki. Þetta er frakki líka. Já. Fekk þennan í jólagjöf frá Davíð og hann er geggjaður. Svo fallegt snið á hann.
Hann er líka rosalega tímalaus. Já, Þetta getur notað þetta er bara alveg svona endalaust. made in Italy og svo fínt, sko. Váfægast. En ég sá þegar þú veist að tróða dóttinni í þessum skápa á að hér voru einhverju skór. Þeir eru sem geðveikir. Þetta eru 38 þrep. Þeir eru úslaflottir. Hefurðu notað svolítið mikið? Já. Það sést samt ekkert undir sólanum. Sést það bara meira hérna. Þeir voru náttúrulega alveg hvítir, sko. Þeir eru úslakúl. Já, og með táin er svona alveg glimmer eitthvað. Já. Það er svolítið svona agatöf. Svolítið jóhanna þar. Þetta er... Það er ekki. Sjáu þið. Hvar notar maður svona? Er það ekki bara að Á sviði. Já, er það ekki? Þetta er hérna þegar að Landvinn var að vinna með HM og ég var út í Svíþjóð þegar það gerðist og hérna var að spila á svona mjög stórum tónleikum þar sem að voru fleiri söngvarar og ég mæti á hljómsveitaræfingu morguninn og þá kemur einn söngkonan bara herri, ég verð að skreppa frá á eftir allir brakkunni vegna þess að HM er að opna það er röð fyrir utan Landvinn og HM er að opna línu, með þessa línu Já. og hún er alveg bara, þú veist, vilt þú ekki bara koma með mér og ég er náttúrulega bruna bara með henni og ég er bara endaði að kaupa alveg helling en þetta er alveg rosalega mikil gæði í þessum skóm sko. Og ég hef notað það mjög mikið. Þeir eru bara eitthvað svona eins og þeir hafa bara verið hannaðar á þeir eins og hinni skotnir sko. Þeir ræði. En þetta var alveg slagsmál sko, allar flíkurnar. Þeir eru svo mikið takmarkað magn. Það var ég. Og hvað sé ég veist, áttu ekki eitthvað fleiri svona uppáhalds skó? Þessi sem ég er í. Hvað finnst þér þessi? Þetta er Jeffrey Campbell. Og ég er mjög mikið Jeffrey Campbell aðdáandi af því að ég er svo mikið í svona plattformum af því að ég er svo mikið strumpur og þegar ég er á sviði þá vill ég líta út fyrir að vera hávaxin. Þannig að ég er mjög mikið á svona skóm. Þannig að Jeffrey Campbell er mjög ofarlega á listanum. Ég hef aðra svona brúna Jeffrey Campbell skóm. Ég nota það mjög mikið líka á dagstala. Þessar eru mjög þægilegir. Breiðan hægri í honum. Miklum plattform. Sem þessi sem út í? Já, þessi brún eru þægilegir sko. Og þá held ég svona það sé svona nokkuð með henni upp talið sko eins og í lokin. Ógeðslega skítur. Horfum fram hjá því. En þetta er Sonja Rykiel. En þetta eru svolítið, þú notar svolítið mikið líka þegar þú ert að spila, eða ekki? Jú, þetta eru svona my go-to shoes þegar ég er á sviði. Já. Þeir eru orðnir svolítið gamlir sko. Þeir eru bara mjög dýrir þannig að ég er að safna við nýjum. En svona hnotuskut, hvað er þá heildarstillin? Minn? Já. Það eru plattform hárhælar, leðurbuxur, svona, þú veist, einhverju svona gervifeldsflíkur. Flashy yfir hægir. Já, bleikt. Ég er alltaf með svona, hringi í eyrunum. Og já, skyrtur yfirleitt. Ég er alltaf í einhverjum svona þægilegum skyrtum. Þannig ég held að það sé svona. Þannig að litla prinsessan sem átti að hata Jóhanna sé, hún er ekki þar. Nei, kannski ekki alveg, ekki jafn mikið allavega. Nei. Það er fullt annað líka. Nákvæmlega. Frábært. Takk fyrir þetta. Já, takk fyrir mig.